Jæja, það komið að því. Núna 14. ágúst næstkomandi þá fer ég í minn árlega Víetnam-túr, ljósmyndaferð til Víetnam og þú ert heppinn, það ennþá hægt að fá sæti í þennan túr og þú ættir að koma með. Ég ætla að segja þér hvers vegna. Vietnam. Let's go shoot in Vietnam. In Vietnam. In Vietnam. Let's go shoot in Vietnam. In Vietnam. In Vietnam. Let's go shoot in Vietnam. In Vietnam. Vietnam. Sem ljósmyndaferð þá þetta viðamesta ljósmyndaferð sem að ég veit til Víetnam. Við byrjum alveg nyrst, alveg við landamæri Kína og endum alveg syðst í Mekong delta. Og hvað ætlum við að mynda? Jú, við myndum allt. Það nú þannig að það gríðarlega margt að sjá í Víetnam og sérstaklega kannski fyrir þá sem að hafa ekki svona komið á þessar slóðir, þá þetta alveg einstakt. Og þó þú hafi komið áður, ég hef fengið fólk með mér sem hefur komið áður, þá hefur upplifað Víetnam alveg gjörsamlega á nýjan hátt í þessum túr, vegna þess að það aðgengi að heimamanni, að heimilum, fyrirtækjum, fólki vinnu, sem að maður kannski á erfitt með að setja upp svona sjálfur. Og í venjulegri svona ferðamennsku, í hefðbundnum túrum, þá þetta aðgengi ekki fyrir hendi. Við setjum upp myndatökum með því að leigja módel og svona láta þau gera, láta þeim svo til dæmis veiðimenn, við látum þau sigla bátum og kasta netum og við látum þau kasta þeim þangað til við erum búin að fá skotið. Venjuleg svona street life, götu, ljósmyndun, það gerum við, menningu, list við í rauninni, við gerum allt, við myndum allt sem að vekur áhuga og meira til. Algengasta spurningin sem ég fæ hvort að þessi túr hendi. Þetta svona ljósmyndatúr og það ekki allt og mikið svona fyrir mitt kunnáttustig sem lítið sem ekki neitt. Og svarið við því í rauninni, það skiptir í rauninni engu máli hvað þú kannt mikið eða lítið. Við aðstoðum þig við það sem þú kannt ekki, það sem þú vilt gera og kannt kannski ekki að kalla fram. Nú ef þér vantar hugmyndir þá erum við með nóg að þeim handa þér. Þannig að getustig ekki flöskuháls. Hvort sem þú algjör nýliði eða atvinnumaður. Það pláss fyrir alla þarna og það eru 2 fagmenn, 2 ljósmyndarar, ég mig og minn mann í Víetnam sem af öðrum ólöstuðum sennilega sá besti í Víetnam, hann búinn að vera lengst í þessu og flestir sem hafa komið á eftir honum hafa svolítið verið að elta hvað hann að gera. Mjög kreatífur, flottur gaur sem getur labbað með okkur niður ykkur götu, búið til eitthvað úr engu, hann bara talaði við fólk, ertu til að gera svona og ég hef aldrei heyrt neitt segja nei við hann, það mjög erfitt að segja nei við Puk. Og talandi mat, hvað það varðar þetta líka frábær túr. Við borðum sem sagt á lokal veitingastöðum. Við eltumst ekki við hamborgara eða þú veist, mat frá Vesturlöndum. Við erum ekki komin þetta til þess. Af því að þetta líka bara svona upplifun. Þessi túr upplifun sem snýst ekkert endilega bara ljósmyndur þó að þetta sé ljósmyndatúr og það það sem við erum komin til þess að gera og það það sem veitir okkur aðgang að fólki og hlutum. Þá þetta bara líka spurning að upplifa eitthvað nýtt og hafa gaman. Og það borgar sig ekki að byrja þreyttur. Það borgar sig að koma 1 degi, 2 dögum fyrr. Þú veist, ná aðeins tímamismununum og úr mestu flugþreytunni. Þetta eru 16 dagar sem alveg pakkaðir af
upplifun og ævintýrum. Ég vil meina að það sé engin Vietnam túr betri. Það ekkert fleiri ljósmyndatækifæri í neinum öðrum túr og svo bara strúktúrin eða uppbyggingin á túrnum mjög skemmtileg. Ég þekki mjög vel hvernig þetta sett upp annars staðar vegna þess að á þeim 14 árum rúmlega sem ég búin að vera í þessu, þá hef ég þó mest farið mína eigin ferðir en þó hef ég farið töluvert af ferðum fyrir aðra og strúktúrin oft aðeins öðruvísi. Það sem að ég vil helst gera að ég náttúrulega með fastmóta plan þannig lagað, það alveg skýrt hvað kemur næst, en ég ekki með þetta það niður njörvað að það sé ekki pláss fyrir eitthvað spontant, eitthvað skemmtilegt sem kemur upp vegna þess að það alltaf eitthvað svoleiðis. Svo hef ég stundum verið að leiða túra sem mjög niðurneldir. Það klukkan 2 gerum við þetta, þá keyrum við í 45 mínútur hingað, við stoppum hérna, við erum í 30 mínútur. Þetta finnst mér persónulega ekki skemmtilegt. Nú ég ekki að segja að þetta séu slæmi túrar, frábæri túrar. Þessi strúktúr bara betri. Þetta litlir hópar, þetta mikil þjónusta, þetta litlir hópar, 2 ljósmyndaguiðar, það túlkur og það bílstjóri, það gríðarlega mikil þjónusta í þessum túr. Það allar upplýsingar á netinu verð og allt annað sem þið þurfið að vita. Það kannski svolítið ruglandi, þetta fyrirtæki heitir Enroute Phototours og enroute.is heimasíðan mín. Það til önnur síða sem heitir ljósmyndaferðir.is. Það sama dæmi, það bara á íslensku og ég í þeirri vinnu núna að sameina þetta tventa. Mér finnst ómögulegt að vera með 2 síður. Ítarefni má finna á enroute.is sem á ensku. Ef þú hefur einhverjar spurningar, þá getur alltaf bara haft samband. Það allt innifalið í þessum túr annað en þá það að flug ekki innifalið. Flug til og frá Vietnam og vegabréfsáritanir og svoleiðis. Það ekki innifalið, það bara ekki hægt að gera það. Ég með fólk hvaðan á heiminum. Það bara óflókið að fara að finna út úr því hvernig það má finna eitthvað verð á það. En flug semst ekki innifalið. En þegar komin til Vietnam þá sækjum við upp á flugvöll og við skilum upp á flugvöll. Þannig að allt þar á milli á okkar vegum nema drykkir. Þú borgar fyrir drykkina þína sjálfur. En allt annað svo sem borgamódelum sem fullt af innanlandsflug, ferjur, það allt innifalið. Það tips. Við tipsum í þessum ferðum, við tipsum bílstjóranum og við tipsum hinum gætunum þegar við förum og það enga fúlgur fjár, það bara svona til þess að sýna við kunnum að meta framlag þeirra. En annað í raun þetta, það allar upplýsingar á netinu, vefsíðan hérna og kynntu þér þetta, kíktu á þetta. Það líka á YouTube-rásinni minni, það fullt af vídeóum frá Vietnam, bæði svona kynningar eins og þessi á túrunum og svo líka bara svona vídeó frá því sem við erum að gera hverju sinni og einhverju sem við erum og ég hef svona upplifað sjálfur persónulega svona sem ég hef verið að gera svona á mínum tíma þarna í Vietnam. Það alveg áhugavert og alveg þess verið að kíkja aðeins á það. En ef þú ert komin þetta langt í þetta vídeó þá mögulega hefur þú áhuga á því að tekka á þessu, þannig að talaði við mig, kíktu á þetta og sjáum hvort við getum ekki fundið út úr því að þú komin með í ágúst til Vietnam. Let's go shooting in Vietnam. Let's go shooting in Vietnam. Let's go shooting in Vietnam. Let's go shoot in Vietnam.